Gott er að hafa ferilskrána ekki of langa, miðast við að hafa hana cirka 2 blaðsíður, ekki lengra en það. Og passa upp á málfar, þó að það sé góð í stafsetningu, að láta eitthvað fara yfir. Það getur verið einhverja fljótfærnisvillur sem þið takið ekki sjálf eftir. Passa upp á netfangið, að það sé ekki netfang eins og buymeabrain@hotmail.com. Það getur verið fráhrindandi fyrir þann sem er að fara yfir ferilskránar. Og passa bara ekki, að fara frjálslega með upplýsingarnar séu réttar og að engin mynd er betri en léleg mynd. Gott að hafa bara einhverju svona einfalda passamynd. Margir veltaði fyrir sig hvað sé hægt að gera meira eftir að maður er búinn að senda inn ferilskrána. Til þess að auka líkurnar á því að komast í atvinnuviðtal, þá er mjög gott að senda eftirfylgni eða vera með eftirfylgni, hvort sem það er þá í tölvupósti eða með símtali. Það er gott að gera kannski svona 2-4 dögum eftir að þú sendir inn ferilskrána. Þetta getur vakið athygli atvinnurekanda á þér umfram aðra sem sækja um vinnuna. Og þetta er alls ekki frekja. Það er gott að láta minna á sig. Það sýnir bara að þú hafir áhuga á starfinu.